Komið sælar allar, mér sýnist bara að vera kvenfólk í salnum, gaman að vera með ykkur. Ég ætla að fara yfir áherslu þáttinn hreyfing í heilsueflandi leikskóla og ég ætla að leyfa mér af því að ég var fyrst í dagskránni eftir Jenny að taka ykkur bara í örstutta svona smá ferð þetta breytta samfélag og breytta lífshætti sem við búum við og á í raun og náttúrulega við alla þá áherslu þetta sem við erum að tala hér. En það sem náttúrulega hefur gerst að við höfum farið flust úr grænni sveit langflest í manngert þéttbýli og það mjög áhugavert að spá í þessari sögu og hvað áhrif hún hefur haft á bara líf okkar, líðan og heilsu. Og það ekkert langt síðan að bara rétt 13% landsmanna 1890 bjuggu í þéttbýli. En síðan 1923 var þetta orðið 50-50 og eins og staðan í dag búa 94% landsmanna í þéttbýli. Og auðvitað hefur þetta áhrif á lífshátti okkar og líðan og svo framvegis. Og ekki það endilega að manni finnist, maður veltir stundum fyrir sér að maður horfa á myndina bankastræti aldamótin hvernig lyktin hefur verið og þá svo að þau hafa náttúrulega verið að hreyfa sig meira og ýmislegt jákvætt. En allt hefur þetta áhrif. Og má segja hvað hreyfinguna varðar svolítið að við höfum farið úr trjánum að skjánum. Og meira segja að þetta gömul mynd sem þið hafið örugglega oft séð að hún var orðin úrelt, það var túpuskjár og svo þetta náttúrulega bara komið í símann. Þannig að þessi tækniþróun, þetta að gera svo hratt og bara þegar við erum að tala til þess að mæla skjánotkun, það orðið svo snúið í dag og þann tíma sem varið við skjá, þetta ýmsar áskoranir hvað þetta varðar. En og örstutt þetta breskt dæmi, en þetta mjög hollt líka að spá í þessu og velta fyrir sig dæmi fjölskyldu, þetta hann Ed sem 8 ára og í dag fær hann að fara 300 metra út götuna heima. Mamman fekk að fara 800 metri í sund árið 1979 þegar hún var 8 ára. Afinn, pabbi mömmunar, þegar hann var 8 ára fekk hann að fara 1,6 km út í skóg og svo langafinn, hann fór alveg tæpa 10 km einhvers stað veiða þegar hann var 8 ára. Auðvitað þetta breskt dæmi og við sem betur fyrir á Íslandi væntanlega búum við aðeins annan veruleika, en samt sem áður gott að hafa þetta í huga og velta fyrir sér og væri bara mjög áhugavert að heyra sögu íslenskar fjölskyldna hvernig þetta hefur breyst. En hreyfing hefur náttúrulega gríðarlega fjölþætt gildi fyrir börn og bara fólk náttúrulega öllum aldri. Hún nauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt og þroska, hefur jákvæð áhrif á andlega líðan, eflir sjálfstraust, minnkar einkenni streitu, kvíða og þunglyndis, stuðlar að betri hvíld og svefni, skapar tækifæri til að auka félagslega færni og eignast vini og með fjölbreyttri hreyfingu við hæfi hægt að viðhalda og bæta hreyfifærni og sem hefur jákvæð áhrif á sjálfstraust og möguleika náttúrulega á að stunda fjölbreytta hreyfingu við hæfi síður á ævinni. Hún viðheldur og bætur líkamsreisti og ásamt hollu mataræði mikilvægur liður í því að stuðla heilbrigðu holdafari, en það bara einn þáttur af svo ofboðslega mörgum og við undirstrikum hvað þetta í raun og veru fjölþætt gildi. Og náttúrulega oft tengd öðrum heilbrigðum lífsvenjum og eins og kom fram áðan í æsku grunnurinn lagður að lífsvenjum heilbrigð og velferð til framtíðar, þannig að því fyrr sem byrjað og ef að koma upp áskoranir og því fyrr sem gripið inn í því betra. Og bara rétt til að undirstrika skilgreining og hreyfing almennt skilgreining sem hvers konar vinna beinagrindavöðva sem eykur orkunotkun umfram það sem gerist í hvíld. Þannig að þetta í raun og veru allt sem fellur undir þetta svo framalega sem maður liggur ekki að situr alveg kyrr. Og þetta yfirgripsmikið hugtak sem nær yfir nánast allar athafnir sem fel í sér hreyfingu með einum öðrum hætti, til dæmis að ferðast á milli staða, heimilistörf, garfinu, ýmiss konar leiki, íþróttir og annarra skipulega þjálfun. Og þetta sett fram hér bara til að undirstrika hvað allir eiga geta fundið sína leið og hvað í raun og veru margt telur. Og hvað þegar við erum að hugsa út frá heilsunni, hvað í raun og veru ekkert annað öðru æðra eða svo má segja. Og ráðleggingar embættis landlæknis hreyfingu, þær að öll börn og unglingar ættu að hreyfa sig minst 60 mínútur daglega og þá hreyfingin ætti að vera bæði miðlungserfið og erfið og miðlungserfið hreyfing þá
getur gengið en getur haldið uppi en svona, þú ert svona finnur smá hita, þú ert að reyna eins meira á þig heldur en þegar þú ert bara rétt að rölta og ná í fjárstýringuna. Og heildartímanum að skipta í okkur styttri tímabil og hún ætti að vera eins fjölbreytt og mögulegt til að efla flesta þætti líkamsræsti og kröftur hreyfing sem reynar á beinin sérstaklega mikilvæg fyrir og kynþroskaskeiði fyrir beinmyndun og beinþéttni. Og svo settum við inn að í ráðleggingarnar sem voru unnar 2008 að börn og unglingar ættu ekki að verja meira en 2 klukkustundum daglega í tölvuleiki eða aðra afþreyingu með undirstrikun afþreyingu sem framfyrir á skjá, svo sem tölvu eða sjónvarp. Að þetta sýnir sig var 2008 og þetta svona á vissan hátt hljómar en þetta svona til viðmiðunar. Og markmið stjórnvalda náttúrulega forðast kyrrsetu, flotta svona lágmarkshreyfingin komast milli A og B ef við spáum líka í fullorðna. Frekari þjálfun, vissulega gott en þá svona smá saman eftir því sem hreyfingin verður meiri og svona meiri ágæða þá fara hættan á slysum að aukast. En þetta umfram allt það sem við forðast, kyrrseta. Lágmarka kyrrsetu og hreyfa sig sem mest yfir daginn og svo ná þessari ágæð sem við erum að tala í minnst 60 mínútur börn, 30 mínútur fullorðnir. Og staðan að þetta í samsett bara svona réttilega sýningur, þetta hlutfall Íslendinga, þetta fullorðnir sem sögðust verja 8 klukkustundum meira sitjandi virka daga, og þetta var 2007 eftir heilbrigðisumdæmum og þetta dökka það það sem hlutfallið 40% eða hærra. Og þá sjáum við þetta höfuðborgarsvæði sem dökkrauði sauðurinn og svo þetta strax árið 2012. Þannig að þetta svona gefur kannski einhverja vísbendingar hvað gríðarlega mikilvægt og verður alltaf mikilvægur og mikilvægur að líka vera meðvituð þetta að takmarka langvarandi kyrrsetu og flétta náttúrulega hreyfingu sem mest inn í daglegt líf. Bara örstutt, þá hreyfing minnkar alla jafna með hækkandi aldri, stúlkur hreyfa sig alla jafna minna en drengir og það stundar síður erfiða hreyfingu og þetta á líka alla jafna við fullorðna. Og svona út frá þeim gögnum sem við höfum, það erfitt og eins og Jenny þekkir svo vel á því að það snúnar að fá upplýsingar og gögn fyrir börn og sérstaklega leikskólaaldurinn heldur en grunnskólaaldurinn og svo eldri. En svona að samkvæmt gögnum sem við höfum, þá meginþorri ungmenna og fullorðinna ekki uppfylla núgildandi ráðleggingar og hreyfingu og því verður náttúrulega róað í öllum árum að stuðla aukinni hreyfingu landsmanna á öllum aldri. Og af hverju þá dagleg hreyfing í leikskólum? Að auðvitað bara, og þetta náttúrulega bara við allt að þau verja náttúrulega svo löngum tíma og allt á löngum tíma eins og sum hver í leikskólanum. Og þá náttúrulega spurning hversu mikil hreyfing inn og úti og annars vegar frjálsleikur og svona skipulega hreyfistundir. Hvernig það að koma úr leikskólum og það náttúrulega eitthvað sem leikskólan hefur ekki áhrif á nema mjög takmarkur leyti. En auðvitað það þarf að horfa á daginn þeirra og skoða og það náttúrulega gríðarleg tækifæri að hafa áhrif á þetta í leikskólanum og þetta svo stór hluti þeirra vökutíma á virkum dögum sem þau eru þarna. Og hvernig þá hreyfingin skipulögð og svona frjálsleikur fléttuð inn í daginn og sérstaklega þá með tillit til þess að hugsa til þeirra barna sem eru kannski svona rólegri í tíðinu og þurfa meiri hvatningu. Og svo þetta lífið eftir leikskóla, hvað gerist þarna? Og þá mataræði hvað það mörg hver náttúrulega borða morgunmatinn í leikskólanum og það komið inn á það síðar. Svefnin, gæði og það náttúrulega eins og var að vitni Jenny, það var svo gaman að sjá úr leikskólanum í fréttanum daginn að þetta þau að leggja sig í hádeginu, þannig að þetta svona kannski aðeins öðruvísi heldur en í grunnskólanum, hvernig hægt að nýta þann tíma. En svona þarf bara að horfa á daginn hjá börnunum og sjá hvar tækifærin liggja. Jenny kom inn áðan að það sem náttúrulega gríðarlega verðmætt og mikilvægt var þegar heilsu og velferð varð ein af grunnþáttum menntunar 2011 og það alveg skýrt í námskránni að hvað það mikilvægt að huga að hreyfingu bæði frjálsum leik og skipulagðri hreyfingu, það sem skapar þessar aðstæður þannig að það sé auðvelt að hreyfa sig bæði úti og inni og þetta sé svona tekið mið af þessu í allri kennslu og skólastarfinu almennt.
Og það fjölþætt gildi hreyfingar fyrir skólastarfið, auk þess ávinning sem var að telja upp áðan, hefur þetta sýnt sig að þetta fækkar veikindadögum, stuðlar að betri einbeitingu og meiri afköstum. Þau hafa náttúrulega gríðarlega flest mikla hreyfiþörf og ef þau fá útrás fyrir hana þá þau tilbúin og þið náttúrulega þekkið þetta manna best hérna, hvað þeim gengur betur að róa sig og einbeita sér ef þau eru búin að fá útrás fyrir hreyfiþörfina. Betri hegðun á minni tubunum, betra minni, betri skiljum á heimavinnu, þetta nú kannski náttúrulega meira við hérna, þau lítið heimavinnu hjá þeim í hérna leikskólanum og betri námsárangri þó svo að hluta almennum kennslustundum sé farið til hreyfingar. En þetta alveg viðeigandi af því að eins og þetta renna náttúrulega saman leikskólinn og svo áfram efri skólastig, þannig að þar náttúrulega verið að leggja grunninn. En þá náttúrulega spurningin dagleg hreyfing í leikskólum hvernig? Og þarna náttúrulega tækifærin, það þarf náttúrulega að vera bara sem mest hreyfing reglulega yfir daginn og svo að hluta því, hérna, sjáu hérna þennan ferning hérna inn í dagleg hreyfing að þau ná allavega 60 mínútum sem eru af þessari ákjæð þar sem þau eru svolítið að reyna á sig og kröfturhreyfing og reyna á beinin og svo framvegis. En svona almennt bara reyna að takmarka kissut og fá sem mesta hreyfingu svona heilt yfir daginn. Og áhersluþátturinn hreyfing í hérna leikskólanum, því miður kannski þá sjáu þetta í hérna handbókinni fyrir leikskólanetinu, þar sjáu þetta. En þetta viðmiðin fyrir áhersluþátturinn hreyfingu, að stefnu skólans kveðið á daglega hreyfingu, að starfsmannahópurinn hafi næga færni til þess að stuðla hreyfingu barna. Þannig að það ekki álitið sjálfsagt mál að starfsmenn sé endilega stakkbúnir til þess að takast á þetta viðfangsefni þó þetta sé að sjálfsögðu hluti af náminu að þá þarf samt sérstaklega huga að þessu og skoða hvernig hægt að styrkja starfsfólki því að stuðla hreyfingu barna og starfsfólk foreldra og börn hvort til að nota virkan ferðamáta, þannig að þessi liður líka sem snýr að virkum ferðamáta. Aðstæður stuðla hreyfingu barna í tengslu við mismunandi þætti skólastarfsins innan og utan dyra, þetta svona húsnæðið, og hentugar aðstæður fyrir kennslu og nám í skipulögðum hreyfistundum og skólinn í samstarfi við ýmsa aðila í nærsamfélaginu að stuðla hreyfingu barna og starfsfólks. Og það náttúrulega mýmörg dæmi það hvernig verið að nýta mannverki og ýmislegt annað hérna í þessu sambandi og fá inn aðila til þess að vera með hérna danskennslu og ýmislegt. En fyrir þessi viðmið síðan tillögur í gátlistunum ýmsum aðgerðum til þess að vinna að þessum markmiðum. Það efni sem í boði frá embætti landlæknis að það verið að vinna handbók og tímaseðla og það vinna sem á sér rætur í starfi meðal annars vinnuhóps mennta- og menningarmálaráðuneytisins í tengslu við léttara lífstefnuna og Sabína Steinunn Halldórsdóttir hefur verið að vinna handbók hreyfingu og tímaseðla sem þetta mestu tilbúið. Hún hefur meðal annars verið með Facebook sína færni til framtíðar og hefur mikla reynslu af hreyfiörfun og hreyfingu barna, ungra barna. Og svo eins Kristín Einarsdóttir sem hefur verið með leikur og læra, hefur líka unnið tímaseðla, þannig að þetta eitthvað sem ætti að vera tilbúið allavega vonandi bara sem fyrst allavega á næsta ári. Hérna þið sjá þetta náttúrulega ekki, þið sjá þetta betur, þið fáið þessar glærur að þetta svolítið tímaseðlinn eins og sem hún Sabína hefur verið að vinna, þeir eru svolítið ítalegri, þetta fyrir skipulega hreyfistundir og það náttúrulega aðlaga þess alla seðla og má kannski yfirfara ýmislegt hvort sem það inni eða úti. En hérna alveg búið að skilgreina og eru kennslufræðilega leiðbeiningar og svo framvegis og svo það vinstra megin og svo tímaseðlarnir frá henni Kristínu Einars hægra megin. Það sem kannski aðeins minna ítalegir en einnig afar gagnlegir og kannski auðveldara og kannski hugsað svona meira kannski sem styttra inngrip. Svo eigum við þegar til handbókin virkni í skólastarfi sem hugsuð fyrir grunnskóla og en það í raun og veru þetta efni sem nýtist einnig að sjálfsögðu og margar góðar hugmynd sem ætti að vera inni fyrir leikskóla og þarna verið að horfa alveg heildstætt á starfið og meðal annars sérkafli starfsfólk og hreyfingu, virkan ferðamáta, kennslu innan og utan dyra, skóla í 30 frímínútur
og samstarfi aðrir í samfélaginu og svo framvegis, hönnun hreyfihvetjandi skólaumhverfis, þannig að þó hún sé fyrir grunnskóla þá þetta eins og segi, þá að gera að kynna sér þetta ef þið áhuga og það velkomið að hafa samband við okkur og þá getið þið fengið eintaka af þessari handbók. Þannig að endilega bara verið þá í sambandi við okkur. Annað stuðningsefni að við áður nefnt Sabína að við þið hafið séð handbókina hennar Færni til framtíðar, það svona verið að skoða hvernig þetta nota nánasta umhverfi til þess að til hreyfingar, hvernig við getum nýtt í raun og veru ótrúlegustu hluti sem kosta lítið og bara ekki neitt til þess að virkja börnin, bæði foreldrar og það má nýta til leikskólakennslunum og svo framvegis. Þetta aðgengilegt útdráttur úr handbókinu ókeypis á heimasíðunni hjá okkur, en svo líka náttúrulega hægt að fá sér alla handbókina. Tegjul fyrir börn og unglinga, þetta forrit fyrir tölvur til að minna á að standa reglulega upp og teygja aðeins úr sér. Ráðleggingar hreyfingu, það eru síðan 2008 og við erum svona í ferli í samræmi við þróun erlendar ráðlegginga að fara að endurskoða þær. Hreyfihringurinn, svona sambærilegur og fæðuhringurinn líka hægt að fá hjá okkur í ýmsum stærðum. Og þannig að það ýmislegt til og svo ætla ég bara í lokin að segja ykkur frá að við höfum verið að vinna hjá embættinu að vef upplýsingaveitu fyrir gott starf til þess að safna saman á einn stað hugmyndum sem að nýtast í starfi leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og samfélögum. Þannig að þurfi ekki að vera að finna upp hjóli og svona reyna að safna svo einn stað svona hugmyndabanka. Þetta í vinnslu en ættum væntanlega að koma þessu í lofti núna fyrir áramótin eða fljótlega á nýja árinu. Svo náttúrulega bara, þetta bara snýst heildræna langun eins og Jenny og Dóra eru búin að vera að segja. Áhersluþættirnir skarast og styðja hver við annan. Aðstæðurnar eru eins ólíkar og skólarnir eru margir og það náttúrulega bara þannig eins og Jenny segir bara borða fílinn í bitum og það bara verður hver þetta hjálpartæki og þetta stuðningur og á að vera til stuðnings og það bara þannig að það bara mikilvægt fyrir hvern og einn skóla að meta sínu stöðu og gera svona áætlanir í samræmi við það. Og allir skólar ættu að geta sniðið sér stakk eftir vexti og farið sína leið að settu marki. Það ekki ætlunin að allir sé að gera það sama. Og svo eins og Jenny að segja, þetta þróunarstarf og við bara, hreyfingin eða náttúrulega bara hvað annað gríðarlega gott fyrir okkur og við viljum fá ábendingar ef að eitthvað sem sjá algjörlega út í hött, eitthvað sem ykkur finnst vanta eða og bara hvaðina, þá viljum við heyra í ykkur. Takk fyrir.